Pabbi, viltu lesa Mjallhvíti? Já, Mjallhvít. Já, þetta núna gömul og góð saga. En ég má eiginlega ekki lesa hana fyrir ykkur. Ég ætla að lesa í staðinn eina uppfærða útgáfu sem ég á hérna. Þessa hérna. Einu sinni fyrir langa löngu eignaðist drottning dóttur. Hún var kölluð Mjallhvít, en stuttu eftir fæðingu þá deyr mamma hennar. Árið eftir kynnist kóngurinn annarri drottningu. Þessi nýja drottning átti töfraspegil sem hún talaði við. Hún spurði spegilinn: Spegill, spegill, herm þú mér, hver á landi fegurst er? En spegillinn vildi ekki svara spurningunni þar sem að útlit og holdafar skiptir ekki máli þegar kemur að manngerða einstaklinga. Spegillinn sagði að hann tæki ekki þátt í útlitsstyrkuninni sem hefur heltekið vestræna menningu sem er hluti af klámmenningu fjölmiðlanna sem elur á úreltum staðalímyndum kvenna og gefur einungis feðraveldinu og nauðgunarkúltúrnum byrjundi báða vængi. Mjallhvít fór út í skóg til þess að hitta dvergana 8. Voru þið ekki 7? Nei, þeir voru 8. 4 stelpudvergar og 4 strákadvergar. Mjallhvít og dvergarnir voru úti að skemmta sér. Mjallhvít hitti prins kvöldið. Nóttin var stjörnubjört og gullfalleg. Fuglarnir sungu og höllin stóð tignaleg yfir konungsríkinu. Prinsinn horfði djúpt í augun á Mjallhvít og hún brosti til hans. Hann tók í hönd hennar og hallaði sér nær vörunum hennar til þess að kissa hana góða nótt. En prinsinn var ekki búinn að fá já. Hún sló prinsinn utanundir og kallaði hann viðbjóð. Hún kærði hann fyrir kynferðislegt áreiti og hún gifti sig aldrei þar sem hún er sjálfstæð kona og hún þarf ekki að vera háð neinum karlmanni. Býtu, ert þú flugstjórinn? Já, það er ég. Já, alveg rétt. Bakaradrengurinn var spenntur að byrja daginn á því að baka kökur með hérastu bakara. Hann var búinn að taka saman egg, smjör, kíló hveiti og aðeins lítinn pipar eins og honum hafði verið ráðlagt. Hann flautaði á leiðinni í gegnum skóginn og dýrin í Hálsárgói flautuðu með. Ó, hvað þetta verið góðu dagur, hugsaði bakaradrengurinn rétt áður en hann beygði sig fyrir hornið sem leiddi hann til hérastubs bakara. En hins vegar hafði heilbrigðiseftirlitið komið í handahófskennda heimsókn morguninn og lokað bakaríinn þar sem almennt hreinlæti var mjög ábótavant og undir öllum heilbrigðisstöðlum sem að matvælaeftirlitið starfar samkvæmt. Ætlaðu ekki að baka? Nei, hann var náttúrulega með bakaríi út í skógi, örugglega inni í einhverju tré. Myndið þú vilja borða þar? Nei. Allavega. Við þessa heimsókn heilbrigðisfulltrúans í Hálsárskóg kom einnig í ljós að hérastubbur var með útrunnið veitingaleyfi og því ekki með leyfi frá sveitarfélaginu til þess að vera í atvinnurekstri og bakaradrengurinn var ólöglegur innflytjandi með enga kennitölu. Hann hét víst Vulgas og var frá Albaníu. Ætlaðu ekki að syngja piparkökulagið? Nei, hann hérastubbur var ekki rétthafinn á því lagi og hann skuldaði tugir þúsunda í stefgjöld. Lárus minn, í síðasta skipti, þetta er ekki huliskekkja. Ég get séð þig. Rauðhetta var komin með fallegan vönd handa ömmu sinni, rölti hún á stað og leið ekki á löngu að hún kom að húsi ömmu sinnar. Hún bankaði á dyrnar og úlfurinn svaraði: Kom inn! Ó, ert það þú, elsku Rauðhetta mín, sagði úlfurinn. En sætt að þér að koma. En, sagði Rauðhetta, af hverju ertu með svona stór eyru, amma mín? Ha, er ég með stór eyru, spurði úlfurinn, sár. Og amma, af hverju ertu með svona stór augu, spurði Rauðhetta. Ég get ekki gert að því hvernig ég lít út, sagði úlfurinn og hljóp grátandi inn í kústaskáp. Í þeirri andrá kom amma inn. Hún skammaði Rauðhettu fyrir að benda á hluti sem úlfurinn gat ekki stjórnað. En af hverju er úlfurinn í náttkjól að þér, spurði Rauðhetta. Það er vegna þess að hann er transúlfur, sagði amma. Hann hefur átt í miklum kynáttunarvanda í gegnum árin og hann hefur upplifað sig sem úlf í röngum líkama. Hún er komin úr kynleiðréttingu og hormónin er að taka sinn toll. Hún heitir Úlfína. Úlfurinn ekkert
Strákur. Nei, hann er kvennúlfur fastur í karl líkama. Hann passaði bara ekki inn í þessu félagslegu stöðluðu kynjahlutverk sem að samfélagi reynir að tróða ofan í okkur. Jesus Christ, þeir næst jafn þröngsýnar og rauðhetta. Amman útskýrir fyrir rauðhettu að hún og úlfurinn eru par. Amma komst að því að hún er lesbía og hún heillaðist af úlfínu eftir að þau hittist á bar fyrir samkynhneigða og transgendir íbúa skógarins. Borðaði úlfurinn ekki ömmuna? Úlfurinn hefur borðað ákveðna hluta af ömmunni en ég ætla ekki að fara nánar út í það. Úlfurinn og amman giftu sig og lifðu ekki svo hamingjusöm til æviloka, þar sem að skórinn var mjög þröngsýnn og ekki umburðarlyndur fyrir óhefðbundnu fjölskyldumynstri. Endir.